Áslaug, þú ert búin að vera á ferðinni landið og ert núna á Suðurnesjum. Hvernig hefur þetta gengið? Ótrúlega vel. Það gaman að vera með skrifstofuna sína annars staðar í Reykjavík og bæði til að kynna samfélaginu en ekki síst til að sýna fram á alla þessa fjarvinnustaði sem hægt að starfa á öllu landinu. Er þetta eitthvað svona breyting í kjölfarið á COVID eða sem að var til í COVID? Ég held að við getum allavega tekið stærri skref og það áttu þessi margir á því að það væri ekki eitt og eitt starf sem gæti verið óháð staðsetningu í COVID, heldur það gæti mjög mörg störf einmitt verið það. Og við þurfum að grípa þau tækifæri og allt sem ég að gera í ráðuneytinu, hvernig ráðuneytið vinnur, hvernig það uppsett, hvernig við vinnum hlutina og hugsum þá, ég að reyna að gera út frá því að það sjáist á ráðuneytinu að það sé stofnað árið 2022 og þá eru þetta störf óháð staðsetningu og skrifstofa mín sé líka aðeins sveigjanlegri svona partur af því. Það hefur oft verið talað um það svona í gegnum tíðina kannski að ráðherra væri kannski ekki alveg nógu sjáanlegir út í samfélaginu og þú ert svo sem að gera það. En ertu þá að heimsækja fyrirtækin en á Suðurnesjum í þessari heimsókn þinni hingað? Já, ég næ bæði að vera með skrifstofuna mína hér og tek fundi bara við fólki í bænum gegnum fjarfundabúnað en líka bjóða upp á opna viðtalstíma sem hafa verið mjög vinsælir þar sem fólk getur bara komið inn og komið með erindi eða ábendingar til mín. En síðan fer ég líka í fyrirtæki sem tengjast mínu sviði á iðnaði, nýsköpun, fjarskipti og háskólatengdum verkefnum. Við erum við hjá Víkurhöfn nýbúin að vera að ræða við Tómas Sigurðsson, forstjóra HS Orku sem að náttúrulega fellur undir þitt ráðuneyti ef við getum orðað það þannig. Þannig að það búið mikið að gera hér á Suðurnesjum á svo mörgum sviðum. Eitthvað sem að þú getur nefnt mér sem að svona kannski kemur inn á borði þín eða að heilla þig þessa dagana? Já, það mikil gróska og í eiginlega öllum fyrirtækjum eða langflestum mikil nýsköpun í gangi þar sem verið að reyna að komast hraðar, finna nýjar lausnir, hagkvæmar lausnir á vandamálum samtímans eða bara á því sem fyrirtækin hafa fyrir stafni og ég hef mikinn áhuga á því að auka veg iðn og tækni greina og náms á öllum skólastigum og þá mjög mikilvægt að nemendur hafi til dæmis aðgengi að fablöpum og ég hef mikinn áhuga á að reyna að styðja við að það opni hér á Suðurnesjum. Já, það mál eitthvað komið áleiðis? Sérðu fyrir, geti verið svo djarfur að spyrja einhvern tímaramma? Já, það áhugasami maður hér sem lykilforsenda þess að svona mál drífist áfram og í samræðum við sveitafélagið og ég ætla að styðja við hann og hef verið í sambandi við hann. Þannig að ég vona bara á næsta ári þá sjáum við FabLab opna hér sem bæði þá fyrir nemendur á öllum skólastigum en ekki síst líka frumkvöðla og eldra fólk sem vil prófa inn á nýja tækni og prófa sig áfram með góðar hugmyndir. Nú flugstöð Leifs Eiríkssonar, risastór vinnustaður og tengist örugglega öllum ráðuneytum og eitt af því sem þar inn í framtíðarmyndinni eru gríðarlega framkvæmdir og það mun þurfa mikið af til dæmis iðnmenntu starfsmönnum þar á næstu árum en meira en það í dag. Þetta eitthvað inn á borði hjá þér? Já, ég kannski með iðnaðinn en ég ekki með iðnmenntunum sem slíka sem á framhaldsskólastigi. En aftur á móti þá held ég að við þurfum að stíga stór skref í stöðu iðnnáms og iðnaðar á Íslandi og hvernig við færum okkur eiginlega hraðar. Við höfum verið að vinna því að auka áhuga nemenda og það hefur aldeilis tekist. En þá þarf líka að forgangsraða þannig að fleiri nemendur komist í námið. En við þurfum líka að gera það auðveldara fyrir erlenda sérfræðinga að koma hingað. En við þurfum að byrja að snemma og við þurfum að átta okkur á því að það eru 8 til 9 ára krakkar í grunnskólum sem þarf að nálgast gagnvart því að vekja áhuga þeirra og opna heim þeirra gagnvart framtíðarstörfum. Og auðlindagarðurinn á Reykjanesi, þar hefur verið í rauninni mikið að frumkvöðla fyrirtækjum, fyrirtæki sem hafa orðið til út af, við getum sagt að mörguleyti afgangsorku út frá orkuverunum. Núna það talað 2000 manns, 2000 störf tengist auðlindagarðinu, þannig að það gríðarleg gróska, það í gangi, en líka fleiri stöðum. Hvað myndur þú segja auðlindagarðinn og hvað myndur við líka, ef ég spyrði í leiðinni, svo ég blandi nú 2 spurningum saman, inn eins og starfsemi stóra verksmiðja eins og í Helguvík?
Já, varðandi það, þá er svo mjög mörg störf að opnast inn í þessarum nýsköpun og frumkvöðla hugsunum sem kristallast auðvitað bara í kringum góðar hugmyndir fólks á betri nýtingu auðlinda til dæmis og að finna lausnir á ýmsum vandamálum sem mæta okkar í hinum ýmsu kerfum. Og þarna munu skapast og að skapast fjölmörg störf sem við eigum í erfiðleikum með að manna. Ef fyrirtækin ætla að stækka þá þurfa þau ofta að leita utan landsteinana af mannauði. Þannig að bæði þurfum við að búa til betri hraðleið fyrir fólk utan Evrópu með ákveðna sérfræðiþekkingu að koma til Íslands og starfa með þessum fyrirtækjum en ekki síst þurfum við að beina ungu fólki á réttar brautir líka í háskólanámi og sýna þeim hvað í boði í samfélaginu og hvernig spáum þróun vinnumarkaðar og svo framvegis. Og þetta, og hvort sem þú ræður iðnaðinn, álverin, auðlindagarða, að þetta eiginlega sama sagan alls staðar. Við þurfum að passa það, við séum að mennta fyrir samfélagið okkar líka, fyrir þarfirnar og það þess vegna sem ég sett á fót samstarfssjóð háskóla til þess að ýta undir þarfir samfélagsins og skólar vinni saman að ákveðnum málum en líka að vinna því með félagsmálaráðherra að opna hér greiðari leið fyrir erlenda sérfræðinga. Eitthvað sem ég get spurt út í varðandi Helgavík, ef ég endurtek það, þú veist, kísilver svona, að malla, það ekki í starfsemi, það verið að tala að það fari jafnvel í gang aftur, þetta var svolítið heitt mál hérna fyrir nokkrum árum síðan en búin að liggja í láginni í rauninni í 5 ár, það eitthvað enn að borða hjá þér? Nei, það hefur ekki verið það ennþá, en það sem það skiptir mestu máli fyrir samfélag eins og þetta að það séu fjölmörg störf í boði, að fólk sjái að það sé hagkvæmt að búa hérna, að það vilji vera hér, að hér séu fjölbreytt störf á öllum sviðum og við höldum með ákveðinni þekkingu á svæðinu, sama í hvaða greinum það og það kannski heldur ekki stjórnvalda að ákveða það að setja algjörlega línuna gagnvart það hvar við viljum sjá atvinnuuppbyggingu, heldur samfélagsins sem hérna að taka ákvörðun slíkt. Eitthvað sem hefur komið þér á óvart í þessum flutningi af þinni skrifstofu landið? Það komið mér óvart hvað margir staðir sem bjóða upp á alveg framúrskarandi skrifstofu húsnæði af því að ég tel mikilvægt þegar fólk vinnur ekki á staðnum eins og í ráðuneytinu að það vinni samt sem áður á einhverjum vinnustað þar sem það getur hitt annað fólk við kaffivélina og svo framvegis. Og það hefur komið mér mjög skemmtilega óvart hvað margir slíkir staðir eru til og ég hlakka til að heimsækja fleiri en svo kemur mér eiginlega alltaf sífellt og óvart hvað Íslendingar eru hugmyndafrjóir, hvað eru við mikið af flottum hugmyndum og hvað láta einhvern veginn slag standa og berjast fyrir því að koma því á lappirnar og það þetta þess vegna sem við erum að sjá nýja stoð byggjast upp í efnahagslífinu sem byggð á hugviti fólks og það var okkur gríðarlega mikilvægt í COVID og verður ennþá gríðarlega mikilvægt til að halda uppi ákveðnum lífsgæðum hér til frambúðar.